Í dæmi 1 eigum við að finna lausnina fyrir x og það er best að líta á þetta þannig að við ætlum að fá sem sagt bara svarið við x og ætlum þá að reyna að færa allt í burt frá x-inu þannig að það standi bara hérna 1 og sér. Þannig ég hugsa með það þannig að í svona einföldu dæmi þar sem eingöngu eru 3 stærðir þá er 2 hérna megin óbreytt. Ég ætla að færa hennar þrist yfir hérna. Hann er deilingaþristur sem þetta er undir striki hérna vinstra megin og við það að færa hann yfir í afturmerkið þá verður hann margföldun. Og það segir mig þá að x er jafnt og 6. Svona ger ég þetta við einfaldari dæmi, en við getum þó gert þetta dæmi öðruvísi og við notum þessa leið sem við ætlum að sýna ykkur núna við flóknari dæmi. Við skulum taka þetta dæmi aftur. Þannig að nú ætlum ég aftur á móti að finna samnefnara og það sem að 2 er bara heil tala, þá get ég breytt þeirri tölu í brot, almennt brot, með því að setja 1 undir strik. Og hvernig finn ég samnefnara? Hérna get ég nota samnefnaran 3. Ég myndi að gera þetta svona. Og ég er með 2 og 1. Og til þess að fá 3, þá þurfa að margfalda með 3 hér. Ég verð þá að margfalda með 3 uppi líka. Og eftir þetta skref mun dæmi líta svona út. Svona. Og þeir eru komið samnefnara beggja megin við afturmerkið. Hann er alltaf svo sami sem sagt. Og maður stróka hann út. Og þetta gefur mig þá að x er jafnt og 6. Sem þetta sama niðurstaða og hérna vinstra megin.